En hvað þýðir hversu mikið er það? Þetta hérna, ef þetta er plústala, þá er hann svona. Ef þetta er mínustala, þá er hann svona. En hvað var aftur, ef það er 3? Já, þá er hann bara þrengri. Það er mjög halladala. Svona semi. Þetta er ekki beint halladala, ekki samkvæmt skilgreiningu halladala, en þetta er svona næstu. Ok, dæmi 14 er sönnun. Þannig að ég ætla ekki að fara í það, þið eru með það. Dæmi 15. Jú, það er ekki maður. Hver gefur með erfið dæmi? Ok. Eins og við prófum eins og við segjum, þetta er bæði erfið og létt dæmi. Seinasta blaðsíðan eru 2 erfið dæmi. Hér stendur, fyrir hvaða gildi á C hefur fallið y jafnt og mínus x í öðru pluss 8x pluss c. Hvað þarf c að vera þannig að fleygboðinn hafi topppunkt á x-ás. Ok, hvað þýðir það? Ef við teiknum þetta upp, það er a eða mínustala, þannig að hann er einhvern veginn, þannig að ef hann hafi topppunkt á hérna, þá var hann hér eða ekki? Eða hérna meginn, eða hérna sko. A er mínus, þannig að hann er á hvolfi. Mætti maður að gera mínus d-delt með 4a jafnt og 0? Það er það ekki jafn með? Jú, þú getur gert það, en það er ennþá einfaldara það er bara einn skurðpunktur, eitt virkar, kemur þetta saman, skurðpunktur með x ás, og hvað þýðir það? D er 0. A er mínus 1, B er jafnt og 8, C er bara C. D er B í öðru mínus 4AC, þannig að 8 í öðru mínus 4 sinnum mínus 1 sinnum C. Það að vera jafnt og 0, þannig að 64 pluss 4C er jafnt og 0. 4C er mínus 64, C er mínus 16. Þannig þetta er ekki flókinn reikningur. Þetta eitt eða skilja er nákvæmlega sama. Það er rétt hugsun. Hinn er að segja bara innhitt í topppunktur 0, þannig að mínus d deilt með 4a er jafnt og 0. Það kemur þetta sama því þú gerir það 4a sinnum 0 sem þetta er bara út. Og dæmi 16, seinasta dæmi. Hér stendur gefið er að p